einmitt. Ég ætlaði að byrja reyndar á smá plöggi vegna þess að ég hitti hann greit vin minn á göngunum áðan og hann var að tala mjög skemmtilega viðburði sem verða hérna eftir. Það er gönguferð yfir í á Héðinsreitin, þar sem verður hádegismatur og svo er svona happy hour í rauninni, eða ég tel að skilja það þannig, 4:30 í Gufunesinu. En kveikjan að þessu erindi er einmitt að teiknistofan sem ég er að vinna hjá, við erum að gera eitthvað? Nei. Við erum að vinna að rammaskipulagi í Gufunesinu í 2. og 3. áfanga og þar er einmitt gert ráð fyrir svona miðlægum bílastæðahúsum. Og þá ætla ég bara aðeins að fara yfir það af hverju bílastæðahús. Og ég veit að Björg hefur verið grimm á spjöldunum, þannig að ég ætla bara að vinda mig strax í þetta og af hverju bílastæðahús, því einhvers staðar þurfa þessir bílar að vera og nóg er af þeim. Þeir geta að sjálfsögðu verið á yfirborði, eins og Hrafnkell kom inn á rétt áðan, þá kannski erum við ekki endilega alltaf að fá svona mest aðlaðandi götumyndina með því, auk þess að þeir bara taka mjög mikið pláss. Þeir geta verið í bílakjöllurum, sem er oft ágætt. Þeir eru þá ekki á yfirborðinu, en þá þarfum við auðvitað bæði að fá kannski dýrari íbúðir, þar sem að það þarf að kaupa bílastæði með íbúðinni. Það er erfiðara að hafa gegndræft yfirborð og líka kannski eins og Margrét talaði áðan, þá er líka, við erum að fá kannski stærri húskrofa með stærri bílastæðikjöllurum undir, erfiðara að hafa minni lóðir og þess áttar. Svo getum við haft það í bílastæðahúsum og sem er í rauninni bara ágætislaust, en kannski þetta er svona svolítið það sem við þekkjum á bílastæðahúsum og þetta bílastæðahús er kannski ekki einu sinni neitt svo slæmt, það sem þetta er það er að minnsta kosti há lofthæð, en þetta er einhvern veginn svo innilega hannað fyrir bílinn en ekki endilega fyrir fólk. Maður finnur það alveg sterkt að umhverfið er ekkert endilega mjög aðlaðandi. En þá getum við líka verið með bílana í svona fjölnota bílastæðahúsum sem eru það bæði hönnuð fyrir bílana en líka fólk og jafnvel svona með ýmiss konar þjónustu og svona umhverfi fyrir bara fólk í svona sem hluta af bílastæðahúsunum. Og nú ætlum ég bara að fara yfir nokkra glærur sem bara rekja kosti þess að vera með bílastæðahús og númer 1 kannski að mínu mati, það er þessi samnýting að hvert bílastæði getur mögulega nýst allan daginn eða allan sólarhringinn. Á daginn getur það nýst af fólki sem er að starfa innan hverfisins og svo þegar vinnu lýkur, þá geta íbúarnir tekið við. Og þannig fáum við mun betri nýtingu á hverju stæði fyrir sig. Auk þess sem að með svona miðlægum bílastæðahúsum hafa líka fullkomin staðsetning fyrir deilibíla og þess háttar. Og svo er það líka mannlífið. Og með bílastæðakjöllurum, þá kannski lendum við oft í því að fólk er að keyra beint niður í bílakjallarann, það er að taka lyftuna upp og það fólk sjáum við ekki að ferli hverfið. En með miðlægum bílastæðahúsum innan hverfa, þá erum við með stöðugt streyma fólki til og frá bílastæðahúsinu. Þannig að því leyti til getur það verið mjög gott og þá einmitt gott að tengja það einhvers konar þjónustu. Það getur líka fylgt svona takti lífsins. Þegar að fólk kaupir sér íbúð sem er í húsi með bílastæðakjallara, þá hefur það sjálfsögðu val. Það getur kannski, eða oft, ekki alltaf, val það að kaupa sér bílastæði eða ekki, sem er svolítið endanlegt val. En með því að leigja bílastæði, þá getur maður að ákveðnum svona tímapunktum í lífinu ákveðið að maður þurfi að hafa bíl. Eða jafnvel, nú er ég bara að hugsa um sjálfa mig og mína fjölskyldu, við erum með 2 leikskólabörn á mismunandi leikskólum, við erum með 2 grunnskólabörn og endalaust skröll. Og bara eins mikið og mig langar til þess að vera ekki á bíl, þá bara þarf ég að vera á bíl. Þannig að okkur myndi henda þá á þessu stigi í lífinu að leigja 2 bílastæði. En vonandi seinna getum við sleppt því. Þannig að því leyti til fylgir þetta takti lífsins. Þetta er hagkvæmari valkostur, það getur verið það. Bæði fyrir íbúana sem eru þá ekki að borga marga milljónir fyrir hvert bílastæði, heldur geta þá valið að leigja það. En líka fyrir húsbyggjendur sem þurfa þá ekki að byggja dýra og oft flókna bílastæðakjallara og auðvitað fyrir borgina sem getur þá nýtt landið sem annars myndi mögulega fara undir bílastæðaflæmi eða bílastæðigötum undir það að vera freka með grænsvæði sem geta verið svona samfélagslega virðisaukandi
vera með fleiri lóðir, meira byggingamagn, út af því að sko, bílastæðahús getur verið svo mikið meira heldur bílastæðahús. Ég ætla að sýna ykkur 2 dæmi það. Og hér erum við með svona mynd sem á að sýna svolítið hvað þau geta verið, en þar þetta tengja þetta verslun, þjónustu, afþreying og allt mögulegt íþróttir við. Þessi 2 dæmi eru annars vegar P-hús sem þið þekkið alveg örugglega. Þið hefur örugglega sem mynd af þessu. Og þetta alveg gífurlega vinsælt í Kaupmannahöfn, ekki bara innan þessa hverfis í Nóahavn, heldur líka bara Kaupmannahafnarbúar allir hafa svolítið gaman að fara þarna, eða mjög margir. Og það svona skemmtilegt afþreyingarlandslag á þakinu. Það eru leiksvæði, það eru íþróttasvæði og það náttúrulega bara geggja útsýni yfir hafnarsvæði allt. Svo líka svolítið gaman að segja frá því að á þessum stóru tröppum þá neðst þetta ít á takka og það fer að stað skeiðklukka og þá hægt að mæla sko hvað maður lengi að hlaupa upp. Þannig að þetta líka, þú veist, það alls konar þetta svona hreyfing í leiðinni og svo eru þetta líka á jarðhæð nettó, það ýmislegt að ýmis þjónusta sem tengist þessu. Og svo þetta líka bara, þetta bara skemmtilega hannað, þú veist, það svona listrænar húsliðar sem eru líka með svona, ég veit ekki hvað ég geti bent, en ég ger bara svona kössum að utan sem eru með þá jarðvegi, þannig að gróður getur vaxið upp með húsinu. Og svo ætla ég að sýna ykkur annað dæmi sem hannað af JVFST arkitektum sem ég vinn hjá í Hollandi. Þetta í grunninn steypt mannvirki en með húsliðum úr krosslímdu timbri. En áfast við þetta bílastæðahús sem miðlægt í hverfi, þar íþróttavöllur og svo þjónusta á jarðhæð. Auk þess sem það svolítið sama systemið sjáið með gróðurinn sem getur vaxið upp með húsinu. Og þarna öll umgjörð hönnuð í kringum líka bara mannlífið í hverfinu. Og svo bara svo við tökum þetta enn lengra, þá talandi þessa sjálfbærni sem að Margrét kom inn á og Hrafnkell, þá eitt sem gleymist stundum í öllu þessu sjálfbærnistali, það að góður arkitektúr líka bara sjálfbær, út að hann fær að standa lengur og hann fær oft ný hlutverk. Og þessi glæsilegi veitingastæður mjög skemmtilegu veitingastæður í Barcelona, ég mæli með honum, hann einmitt í gömlu bílastæðahúsi. Þannig að þú veist, góður strúktúr, góður arkitektur í kringum bílastæðahús gæti líka mögulega, bara með tíð og tíma, með breytingum, ef bílaeign minnkar, þá hægt að hugsa sig jafnvel hvað ef við tökum eina hæð undir skrifstofur eða hvað ef við tökum eina hæð undir fleiri íbúðir í hverfið. Þannig að það getur svona líka verið, það sjálfbærni líka, ekki bara úr hverju húsið En svo ætlaði ég bara að enda þessari glæru og bara til þess að þið komið ekki öll að tala við mig á eftir og segja mér allar ástæðurnar fyrir því að bílastæðahús ekki endilega málið, þá auðvitað á þetta ekkert alls þar við. Og ég ekki að segja það, ég að segja þetta getur átt við á mörgum stöðum og getur bara, þú veist, þótt þetta sé eitthvað nýtt fyrir okkur, þá þetta eitthvað sem búið að vera að prófa annars staðar og þótt þetta sé nýtt, þá ekki endilega slæmt. Nýtt getur verið mjög gott. Og svo, já, þessi mynd, þessi skemmtilega mynd, bara þetta föstudagur, fólk í þessum fallega þakbar sem gróðursæll og að fá sér drykk og horfa út yfir borgina, en þessi þakbar einmitt ofan á bílastæðahúsi. Þannig að takk fyrir mig.